Góðan daginn, kæru vinnir og velkomin. Við erum að fara í leiðangur sem að drottinn veit hver er og í hvað átt muni fara og við erum bara sest á okkar staði og hann komur með stýri sjólið eða stýri sveifina sér í hönd og við að sleppa endum og hann er að stefna með okkur eitthvað út á fjörðinn og af gamalli reynslu þá vitum við að það sem hann staldrar við munu verða fengsæli einhver og fyrir okkur að móða úr og njóta og nýta og fæðast af, fóðrast af. Þannig að við erum hvergi bangin við að gera það sem við þurfum að gera og í þessu tilviki læra, nema, hlusta og svo fara eftir því sem að sagt er, því að það er tilgangur allar kennslu að menn og konur fari eftir orðunum sem að eyrun nema og hjartað nemur. Það er svona einstaklingsbundið og í raun og veru strangt til tekið ekkert annað en val manna hvort þeir farið þessa leið með sjálfum að segja það ekki. Þroskan er skelfilega að því leyti til, hún veit alltaf standa gegn öllu sem heitir fræðsla og kennsla vegna þess að þroskan er svo þver. Það er svo erfitt fyrir þrosku að láta undan, gefa sig, beygja sig. Þetta er harðsvíraður líður, eins og segir í orði Guðs, en orðið er nú bara því gætt að geta mýkt hjarta mannsins. Og drottinn vill mýkja hjarta mannsins vegna þess að hann veit að með þeim hætti þá líður fólki einfaldlega betur en með sitt hjarta, þrjóska, þvera hjarta. Og hver þekkir þetta ekki á sér sjálfum? Það er ekki sælasti maður af öllum mönnum sem gengur fram í þvermóðsku sinni, það held ég að allir menn getur nú alveg viðurkennt. En þarna höfum við öll verið og þarna höfum við öll þurft að glíma glímu einmitt við þessa þrjósku. Og ef við erum með þessa þrjósku í okkur, þá er næsta víst að við erum það líka þegar kemur að lifandi Guði. En hann gefst ekkert upp, hann heldur áfram að hamra grjótið. Hann er dropinn sem holar steinin. Hver langan tíma dropanum tekst verkið, veit ég ekki, en hann mun sigra vegna þess að með tímanum þá klofnar steinin af dropanum sem datt alltaf á sama stað. Svona vinnur Jesús. Svona vinnur orð Guðs. Hann er ekkert að gefast upp neitt. Það er nú ein lenska manna að gefast upp. Byrja með látum, byrja með stæl. Svo eftir einhver ár þá er allt farið. Og þú ferð þarna, kemur á staðinn, þá er komin allt önnur starfsemi inn í húsið ef að það yfirleitt stendur ennþá uppi. Sum hús eru rifin, önnur hús eru seld og söðlað í rekstri og húsin gerð innan og jafnvel utan líka óþekkjanleg frá því sem var. Miklu væntingarnar, vonirnar sem bjuggu að baki byggingun á sínu tíma, hvar eru þær? Það eru allavega ekki í þessu húsi, svo mikið er víst. Hvar er fólkið sem að logaði alltaf trú og kærleika og elsku til Jesú? Það er allavega ekki að sækja sína samkomur þar, því að þar fer fram allt önnur starfsemi.
Hvað gerðist? Þrjóska, minn kæri vinur, greip sig, stífni, öfund og nagg. Það leiddi til dauða starfsins. Allt eru þetta aðvörunarorð til okkar mann og kvenna sem að tilheyrum Kristi að gæta að okkur, því að ef að þetta gerðist þarna, þá mun það líka gerast hér ef við vökum ekki. Hvernig líst ykkur á svona boðskap? Þetta eru orð í tíma töluð, þetta eru orð sem þurfa að heyrast og heyrast oft vegna þess að Drottinn alltaf að benda okkur á okkur sem einstaklinga, sem þetta og hitt sem að getur skotist upp í okkur, til að mynda þrjóska og stífni, vegna þess að þetta allt í okkur. Þetta hluti af þessu synduga eðli sem trúin kom og ýtti niður, en þetta allt þarna. Það bara fer eftir því hvað þú leyfir að koma upp. Það stífni, það þrjóska, það guðleg áhrif. Þetta eitt af því sem að kristinn maður lærir og vill alveg pottet vera undir valdi lifandi Guðs, því að það svo miklu betra og hann getur það, en hann verður að gera það. Hvernig komumst við hjá því að fara inn í gír þvermóðsku, stífni, þrjósku og gremju? Það að beita fyrir okkur þessum kærleika sem Kristur á. Og ef við höfum orðin í það, elskið hverjir aðra. Ef við elskum hverjir aðra, þá erum við nokkuð öflug sjálf í að umbera hverjir aðra. Það er ekki rétt. Þannig þó ykkur sé kannski einhverju fílikast í dag, segjum það getur alltaf gerst, þá það ekki einhver bylgja sem þarf neitt að ganga yfir allt liðið. Þessi alltaf í einhverju mótsnúningi við allt og alla. Og kannski hann það. En þetta tal þitt, sé það með þessum hætti, bendir til þess að þú sért að láta þetta hafa áhrif á þína framkomu og hegðun. Og ef að þú uggir ekki að þér, þá ertu komin við hliðin á þessum gæja, eða þessari kvinnu, sem þannig talar, þannig Þá eru 2 gremjuboltar komnir í hópinn, og hvað verða þeir margir eftir ár, ef enginn sér að sér? Ég veit það ekki. En þetta byrjun oft á því að það farið að hrikta í stoðum. Hvort það leiðir til þess að vindurinn einn fari svæðið eða ekki, fer eftir ákvörðun þinni. Nú kemur til kasta orðsins, kenslunar, sem að bendir þér alltaf á Krist. Og þú sem kristinn manneskja vilt að hann tali til þig, að hann fóðri þig. Þess vegna settist þú líka í þetta skiptið á eina þóftuna og varst með þegar Kristur stímdi út á fjörðinn, því hann ætlaði að gefa okkur góðan afla. Hann út á firðinum. Ef þú ert að róa til fiskjar, að þá ferðu út á hafið ef þú ætlar að ná þér í sjófisk. Með vatnafisk gegnir öðru máli, en þú þarft þá að fara til vassins með þau veiðarfæri sem að þar og nota. Það kemur ekkert bara að hugsunin einni saman. Þó hún sé til alls fyrst, þá gerist ekkert ef ekkert annað en hún gerist. Verk og orð þurfa að fara saman allstaðar. Líka þegar kemur að trúnni, þegar kemur að uppbyggingu trúarinnar, þá þarf þetta allt saman að starfa saman. Og til að tryggja okkur
vitum við svo sem hvað þarf að gera. Við þurfum að setja við fætur lifandi Guðs. Og við höfum aldeilis orð fyrir því. María, hún settist við fætur drottins, af því hún vildi heyra það sem hann hefði að segja. María svolítið okkar fólk, okkar manneskja. Við viljum öll vera þessi María sem að settist við fætur drottins af því að við þekkjum Jesú. En erum að ströggla svo oft við það að fara til hans til þess að þiggja það sem hann vill að við gefa okkur. Það heitir stífni, það heitir þrjóska og það heitir líka svona svolítið ráðvilltur hugur. En þetta erum við allt. En þetta allt getum við yfirunnið og sigrað. Við eigum sjálfan Krist til þess að sigra þetta með okkur, því að hann hefur sigrað allt. Muniði það. Kristur sigraði allt. Hvað sem það hann sigraði það. Þetta stórt orð. Það rétt. Kristur stór. Hann þetta. Hann sigraði allt. Hvað merkir það? Ég í honum og hann í mér og sigurinn mér vís. En ég þarf að hafa fyrir honum. Ég þarf að fara og sækja. Þú tekur ekki upp tólið þitt og biður eina heimsendingu á sigri. Þú þarft að hafa fyrir honum. Þess vegna líka ertu með í bátnum núna að því þú veist að þú þarft að hafa fyrir þessu. Þú þurftir að koma þér á staðinn. Þú þurftir að taka þér sæti þar sem þitt sæti og svo byrjaði kennsla. Og þú þar. Þú hringir ekki heldur í einhvern aðeil og segir, heyrðu, sendi mér eitt stykki kennslu núna. Ég ekki vera að því að fara með okkur í þennan túr. En það ekki hægt. Þú getur auðvitað hlusta á þetta eftir á í dag, þannig var það nú reyndar ekki á tíma Krists. Ef þú varst ekki þessi Kristur var, þá heyrið þú venni minn ekkert þessi Kristur var að segja. En þó þú sért að horfa á þetta og hlusta á þetta eftir á, sem betri en ekkert, þá jafnast það aldrei á við það að vera á staðnum, heyra orðin með eigin eyrum, röddina með eigin eyrum, sjá viðkomandi í eigin mynd og fólkið allt í kring í eigin mynd. Það jafnast ekkert á við það. Hitt svona kannski bara redding. En að því við erum svo mikið fyrir reddinguna, þá vil þetta líka vekja upp í okkur ódám sem heitir leti. Við veitum ekki hvort við nennum að fara núna. Við skulum horfa á beinu sendinguna frá þeim. Hún svo svakalega flott. Já, mjög gott. Samt það betra að vera á staðnum. Það allt annað umhverfi á staðnum, eins og við vorum að tala hitt bara redding. Hún svona fóður aðeins letina í okkur sem menn, maður og kona haldið, það bara þannig. Og svo venjumst við þessu að því okkur finnst þetta miklu þægilegra. Kveikja bara á tölvinu okkar eða símanum eða hvernig sem þetta og bara sjá þetta þar. Og við erum kannski búin að vera þar svo lengi að við erum búin að gleyma því hvernig að vera í andrúminu þegar það að fara að gerast og að gerast. Ég segi, það jafnast ekkert á við það. Tónleikar, þeir eru svo sem líka í beinni útsendingum, þetta allt í beinum útsendingum í dag á netinu. En ég segi það að það jafnast ekkert á við það að vera inn í hljómafallinu sjálfu. Heyra hljómafalli koma frá hljóðfærunum þegar verið að leika á þau. Það allt saman vegna þess að þú ert á staðnum. Og þú nýtur á staðnum. Sértu yfir höfuð hrifin að þeirri tónlist sem þarna flutt. En þetta hefur svolítið
þoka sest á þetta vegna tækninnar og leti okkar. Ekki gleyma henni í þessu. Við heldur sleppum þessu bara núna og við horfum bara á þetta á netinu. Við nennum eiginlega ekki að fara núna. Svo erum við bara á netinu. Og hefum ekki látið sjá okkur inn í söfnuðunum í Herrans sáu tíð. Hvað skeði? Það skeði bara það að letin gleypt okkur. Það var nú bara það sem skeði. Okkur haldið að Drottinn sé að tala þessi orð. Hann vil fá okkur á staðinn. Hann hefur ekkert á móti netinu. Hann hefur ekkert á móti þessum beinu sendingum. En hann vil fá þig á staðinn. Hann á pláss fyrir alla sem vilja koma. En þeir þurfa að koma. Þeir þurfa að gera það sem þarf til þess að koma. Gott að fara þægilegu leiðina og auðvitað getur svo háttað til að við komumstum ekki, við getum orðið lasin og það gerist eitthvað sem gerir að verkum að við komumstum ekki. Og þá nú aldrei fínt að geta hort á þetta þar. Því að kannski strangt til tekið viltu ekki missa af þessu. En þú vilt ekki ganga alla leið, þú vilt ekki fara þar sem þetta fer fram. Þetta hittir svo miklu þægilega. Við elskum þægileg heitin. Það nú bara þannig með okkur menn að við elskum það sem er þægilegra. Einfaldara. Svona einhver heimsendingar þjónusta. Og það í tísku í dag, það er heimsendingar þjónusta. Ég nota heimsendingar þjónustu nokkuð mikið og ég kann vel við heimsendingar þjónustu. Maður setur ekkert út á hana. En það er líka til heimsendingar þjónusta þar sem við ættum skilyrðislaust að vilja koma og vera. Og nú erum við að tala um samkomuna, nú erum við að tala um bænina, bænastundin og allt þetta sem fer fram í salnum sem heitir kirkja. Það jafnast ekkert á við það. Ekkert getur tekið yfir þau gæði. Já, gæði. Það er þar sem María situr við fætur Drottins inn í salnum því að Kristur er að tala. Ég sé nú engan Krist. Sér einhverja feita kellingu eða feitan kall. Kristur er að tala í gegnum þetta fólk. Það er eitt af því sem trúin hefur kentir. Þannig að Kristur er víst að tala. Og þú ert að hlusta á rödd feitu kellingarinnar eða feita kallsins en þú ert samt að heyra rödd Drottins. Það meðtekur andiðinn sem að lifnar við af því sem sagt er. Trúin í þér, hún er að staðfesta að það er trú sem er að tala til trúar. Og það getur ekki klikkað. Vissulega talar trú til trúar í gegnum þessi tæki, en það eru aldrei sömu áhrif og hitt. Því að þú ert í andrúmunni og stundum fyllir andinn salinn. Og þú hefur verið með í slíkri fyllingu. Og það er það besta sem kemur fyrir mann og konu, það er að vera í þessu andrúmi. Vissulega getur þetta gerst heima og gerist, en aldrei með sama hætti og þegar að trúin er komin saman í tugum talið og allir verða fyrir áhrifum af þessari nærveru. Og allt þetta fólk er í kringu þig. Þannig það er alveg sérstakt að koma á stund, dvelja á stund til að njóta. Þannig erum við fætur Drottins, þannig erum við María, sem segir frá í orði Guðs. Hún satt við fætur Drottins og þegar þú situr við fætur einhvers, hvað gerist? Þú ert að horfa á einstaklingin. Já, þú ert að horfa á þessa manneskju. Þú ert ekki að horfa á manneskju í gegnum skjá,
Þú ert að horfa á hana holdi klædda og það breytir öllu. Svo fyrir utan það, ef þú ætlar að vera bara á netinu, ég er ekkert að segja þér hvað þú ætlar að gera. Ég er bara að benda þér á það sem Drottinn vill svona að þú í það minnsta ígrundir. Þá hefur ekki þetta fólk í kringu þig, lifandi fólk, salin, jafnvel fullan sal af fólki, kristnu fólki sem tekur undir með þér, sem segir amen og halleluja jafnvel inn á milli og gerir alls konar kannski furðuleg tákn sem að þú veist að er samt guðlegt tákn og það fyllir þig einhverju nærveru Drottins. Þetta gerist aldrei fyrir framan tölvuna þína. Með allir virðingu fyrir þeirri aðferð og ég veit að hún er mikið notuð í dag og hún er ekkert að fara neitt, ég trúi því nú ekki. Þetta er nútíminn. En Drottinn segir, sumra er siður að vanrækja safnaða samkomur sínar. Ég horfi nú út á netið. Það er ekki safnaða samkoma það sem að Drottinn er að benda á í orði sínu fyrir munn Páls. Hún er það sem fólki er komið saman. Fólki sem þú getur snert, sem þú getur snúið þér að og tala við, horfst í augu við. Það er samkoman. Þetta er svo sem ekkert á neinni útleið. Ég þakka Guði fyrir það. Vegna þess að það eru fleiri en ég sem átta sig á þessu. Og þeir í raun og veru vilja ekki skipta. Í raun og veru er fyrir þetta fólk netið bara neyðarbrauð. Ef einhverja hluta vegna það kemst ekki, þá hefur það þessa leið. En að horfa bara þar og sleppa hinu er ekki inn í myndinni hjá mörgu fólki og það er gott. Akkur verið að tala um þetta að þetta Drottinn metur samfélagið og hann veit hvaða gildi samfélagið hefur fyrir mann og konu. Það jafnast ekkert á við það. Þar situr María, þar situr Konráð, þar situr þessu hinn. Við fætur Drottins. Og hvað gerir? Þeir horfast í augu. Lífið er allt í kring. Þetta kristna, fallega líf er allt í kring. Fallega líf, segiru, hneykslaður. Þú sér nú ekki fallegt þetta kristna líf. Kjaftaði, þú þekkir það ekki. Þess vegna talar það svona. Þannig er það nú. Við erum að segja ýmislegt sem við vitum ekki hausni sporð á. Og á þessu er alið sem nú það ennþá er raunverulega það versta. En ekki hjá mér og ekki hjá þér þegar við erum að tala um Maríu sem sat við fætur Drottins. Að hún elskaði það sem hann var að segja. Einstaklega með mig og þig, við sitjum við fætur Drottins vegna þess að við elskum það sem hann er að segja. Við viljum heyra það með okkar eigin eyrum það sem hann er að segja. Alveg eins og María. Það er ekki annars rétt. Ég tel það að vera bara 100% rétt. Og tíminn líður maður. Sem betur fer. Það verður nú ekki gaman að tíminn líði ekki. Stundum er það þannig að hún er bara stopp klukkan maður. Hvað á ég að gera? Hvað get ég gert? Veistu akkur tíminn líður ekki? Af því þú ert áhugalaus það sem er að gerast. Áhuginn er þannig að þú lítur á klukkuna, ekki smála þessi tíminn líður hratt. Hann er búinn að þú nú veist af.
Svo eru aðra stundir sem eru þannig að þú bara, það er bara allt stopp, það er allt í hrostinni núna hjá mér. Hún er ekki liðið valla sekundu síðan síðast. Þetta eru við menn. Svona eru við menn. En við getum vanið okkur á betra hlutskiptið. Við getum vanið okkur á að rífa okkur upp úr þessari kistuðu og hvað? Til að mynda lesið orðið. Til að mynda beðið smástund. Til að mynda nefnt nafnið Jesús. Og það er líf sem felst í þessu nafni Jesús. Þannig við getum gert svo margt en við verðum að gera það. Það er engin heimsendingar þjónust á nokkrum sköpuðum hlut í raun og veru. Nema gegnum verslunina. Og þú náttúrulega bara borgar þá vöru sem að þú kaupir, hvernig sem að varan síðan kemur til þín. Þú sleppir ekki til það. Og sem ég finnst ósköp notalegt að fá þetta bara ekki til sín. Og ég er nú einn af þeim. Ég er ekkert að fara hina leiðina, ég kann vel við þetta og ég ætla að nota þetta áfram. Og ég stakkur í. Þegar mér stendur þetta til boða. En þetta kostar auðvitað smá aukapeninga að fara þessa leið. En ég er tilbúin til að borga þennan aukapening sem þarf. Þannig að ég mun ekki skipta. Þú mátt gera það sem þú vilt, en ég er ekkert að fara að skipta neitt. En þó ég geri þetta, þá ætla ég samt að stunda mína safnaðar samkomun eins og ég hef gert frá því í raun og veru að ég fór að sækja þessa kirkju. Eins og ég oft talaði þá frelsaðist ég 1989 haustið. Ég segi október en ég er ekki með dagsetninguna alveg á hreinu en ég hef svona í gegnum tíðina nelt niður október. Það er eitthvað á því róli. Og þá var ég ekki mikið að sækja samkomur. Ég ekki neitt. Svo sem sagt, ég frelsast sem sagt 89 og 91. Í september þá flyt ég austur á Neskústað. Og þar er ég svona ekki í neinu samfélagi við kristna menn. Þangað til ég kem aftur suður. Til Hafnarfjarðar. Ég fór sem sagt frá Austfjörðum til Hafnarfjarðar. Og síðan er ég búinn að vera í Reykjavík og Kópavogi og hingað og þangað og ég er aftur í Hafnarfjörð í dag. Þá fór ég að stunda samfélagið. Þá datt ég út af vinnumarkaðnum í kringum 2000 og hef ekki verið á þessum almenna vinnumarkaði frá þeim tíma og starfa inn í kirkjunni við það sem drottin vill að ég geri þar og ég fann fljótlega að hann ætlaði að nýta mig í svona sérverkefni tengdum myndum og hljóði eins og þetta horfa á núna. Þannig hann veit alveg hvernig hann ætlar að nota okkur. Ég veit ekkert hvað mönnum fannst þetta. Svo langt síðan ég hætti að pæli því hvað mönnum finnst eitt og annað. En þetta er það sem ég hef gert og þetta er það sem ég er enn að gera og ég er ekkert að fara neitt út úr þessu og ég ætla nú bara að gleðja þig með því. Og hver er herra minn þarna? Hann heitir Jesús. Þú þekkir hann, ekki? Svona notar hann fólk. Svona blessar hann mann og annan með því sem hann er að gera gegnum þennan og hinn. Það er verkslagi hjá drottni. Allt þetta fólk sem á jörðin vill hann nota fyrir sig. Ekki ein manneskja er annað en sköpun lifandi Guðs. En akkur er ekki allir hans. Það er bara til eitt svar við því. Allir menn fæðast með þennan frjálsa vilja.
Allir menn eiga þennan frjálsa vilja og nota hann eins og þeir vilja. Já, eins og þeir vilja. Viljið þeir ekki þjóna Guði, þá þjóna þeir ekki Guði. En Guð, drottinn Jesús, gerir allt þess að fá manni til sín til að hann þjóni sér. Þegar maðurinn er skapaður til að þjóna Guði. En vegna frjálsa hugans og frjáls vals míns og þíns, þá þjóna ekki allir Guði. Og það er vandinn sem við að eiga í vorum ágæta heimi. Og hver er birtingamynd þess að þjóna ekki Guði? Hvað er að gerast í Úkraínu? Þú sérð ekki mikið af Guði þar. Guði er ekkert í þessu sprengjuregni. Hann er það sem krossin er boðaður. Þú boðar krossin að því þú elskar Jesú. Þannig við sjáum að drottinn er allt í öllu. Og hann fóðrar mig og hann fóðrar þig. Og við sitjum við fætur drottins og fáum fæðuna þaðan. Að sitja við fætur segir mér, þú ert nú harla nálægt viðkomandi. Hann þarf ekki annan að beygja sig fram og teygja hönd sína og þá gæti hann réttir fæðuna bara hönd í hönd. Og það gerir hann. Að því þú situr við fætur drottins. María valdi góða hlutskiptið, sagði Kristur við Mörtu, sem mættist yfir þessari systir sinni sem nennti ekki að hjálpa sig við að uppvarta gestina. Og hann bætti við, og það verður ekki frá henni tekið. Hvað eru að horfa á þarna? Val. Og hvaða val tekur þú? Já, ætli horfa ekki á neti bara núna. Já, það er allt í lagi, þú mátt það. Aðrir tóku annað val. Þeir eru fólkið sem segja, ég ætla heldur að sitja við fætur drottins og ég ætla að horfast í augu við hann. Ég ætla að finna frá honum ylinn og ilminn. Og það gerist í nálæðinni. Ekki fjarlæðinni. Þó að það að heyra og fjarlæð sé betur en ekki neitt. Þetta er mynd upp á það að drottinn elskar samfélagið og hann elskar, takt eftir því, að sjá þig þar með hinum við fætur sínar. Það er nóg pláss fyrir alla við fætur drottins. Það er nóg pláss hjá drottni fyrir allt fólk, alltaf. En hann dregur engan sem ekki vil koma til sín. Þetta er viss kennsla sem segir mér, hei, ég þarf að velja það sem Kristur vill og ég ætla núna að fara þangað sem verið er að tala um hann, kenna um hann og leyfa honum sjálfum að tala til sín. Sjálfum. Kristur lifir í dag. Hann er inn í því andrúmi þar sem þú ert sem trúuð manneskja. Það er Kristur. Það er aldrei langt í hann. Og hve oft hefur þú ekki reynda sem kristinn einstaklingur að svona er þetta. Þú biður, þú ert eitthvað í einhverju kröm og þú finnur hvernig hann lyftir þér upp. Hver kristinn maður eða kristinn kona þekkir ekki þessa reynslu. Að því að Kristur lifir og hann er harla nálægt. Við segjum stundum bara einni bæn í burtu. Hann er ekki einu sinni einni bæn í burtu. Hann er bara það sem þú ert. Það er það sem hann er.
Og þetta er sá boðskapur sem hann vill að gangi út vegna þess að þetta er sannleikunum sjálfur. Ef þú ert biblíufróð manneskja sem ég veit að þú ert, þá stendur þetta allt þar. Þannig það er ekki eftir neina að bíða. Það er bara að rísa á fætur og fara að gera. Hvað vill hann að þú gerir? Ég veit alveg pottþétt, hann vill að þú framgangir með sjálfan þig sem kristna manneskju. Og hvernig er kristin manneskja? Hún á í hjarta sínu kærleika. Og hvernig er birtingamind kærleikans? Vinátta, vinsemd, ekki yfirgangur, hroki og frekja. Þetta er það sem Kristur vill að þú sért. Og þetta er það sem hann undirbyggir til að þú sért. Þess vegna segir hann, vertu í samfélaginu með mínu fólki. Svo segir hann, það er ekki fullkomið, en það er mitt fólk. Og það að átta sig á því að Kristur á ákveðin hópa af mönnum og konum er rosalega flott kennsla. Og þetta er kennsla sem við þurfum að grípa til, vilja vera undir og vera undir. Og að því að við vildum vera undir þessari kennslu, þá stigum við borð í bátinn og vorum með þegar bátinn sleppti endun og sigldi út á fjörðin. Og Kristus stoppaði á einhvern stað og við erum á mók veiða. Þessa líka fínu fæðu sem ætlar að næra hjartað, hugan og höndina, orðin okkar og allt, guðlegum gæðum. Þetta er það sem við viljum. Þetta er það sem við getum fengið. Og þetta er það sem að Kristur þráir að gefa okkur. Kristur gefur bara góð verk. Hann er sjálfur þessi góðu verk. Og þetta vitum við, ekki? Er ég að segja þér einhverja nýja frétt? Þetta snýst allt um það að horfast í augu við Krist. Augliti Krists er það sem gildir. Og það getur þú gert, það get ég gert, það ger ég og ég hveti til þess að gera sama. Ekki mínu vegna, heldur sjálfra þínu vegna. Mínu vegna, jú, að því leyti til að ég veit að það myndi gleðja mig að vita af því. Sem er allt annað mál reyndar. Þetta er það sem Kristur vill að við gerum. Svo stendur spurningin ægilega eftir, hvað vill ég gera? Er ég í dag bara þroskan uppmáluð? Ég er í svolítilli uppreist við allt og allir kring og einhverjum og sérilegi sjálfan mig. Það er ekki góð staða, en þetta er staða sem er oft uppi. Af hverju? Maður er veikleika vafinn og maður þarf á leiðsögn Jesú að halda. Hann þarf að sjá auglit drottins. Og þess vegna rektar hann trúna. Þau þjálfa augun í að horfast í augu við drottin. Ekki bara endurum og sinnum, heldur hér og nú. Og þetta hér og nú segir Konráð, drífðu þig á samkomu. Drífðu þig á bænastund. Drífðu þig á edenstund og njóttu kennslunar. Og þú kemur og ég kem. Fjöldi manns er í sal. Allir fara út harla ánægðir með það sem þeir heyrðu. Þeir segja, þetta var góð stund. Nei, kæru vinir, við ætlum að taka okkur taki
Við ætlum að fara að gera það sem Drottinn vill að við gerum og við ætlum að nota þennan dag til verksins og rífa okkur upp sama hversu langt liðið frá því að við svona eiginlega skildum við kirkjuna. Já, þannig innan gæsalappa. Ég segi nú ekki að við skiljum við hana. Ef við ekki sést lengi. Ef við sendum skilaboð, ég nú að horfa á hérna. Ég nú með okkur hérna. En við segjum, miklu skemmtilegra að hafa þið í námunda við sig. Þannig það. En þú auðvitað bara gerir það sem þú vilt. Það hef ég lært og veit, jafnvel og þú, að Kristur skipar engum neitt. Kærleikurinn skipar engum neitt. Segjum þetta gott og höfum þetta loka orð og Konráð Rúnar Friðþjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.